Já, góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, klukkan orðin 1 og rúmlega þá Gunnar Ásgeirsson og Rökkur Vésteinsson komnir hér í hús og útvarpsþátturinn eini sanni hafinn og í fyrri klukkutímanum þá ætlum við hérna eftir smá stund að hringja í hann Þórð Jóhann Guðbrandsson. Hann staddur út í Tælandi og við ætlum að spjalla aðeins við hann og ég held ég neyðist til að spyrja hann út í stelpunar þarna, tælusöku stelpunar. Nú nefndir hann með fullu nafni, hann mun ekki þora að segja þér allt sem hann gerir. Já, allir það, ég held hlýtur að vera, hann er svo klikkaður. Við ætlum að heyra í honum eftir smá stund og Í seinni klukkan kemur síðan Helga Braga til okkar, leikkona og grínisti og finnasta kona Íslands. Já, og ég held og það verður gaman að spjalla hana líka. En já, ég verð að spjalla þessu við hann Tóta líka hérna strippbúlur og svona út í Tælandi. Já. Ég held við neyðumst bara til þess. Já, eins og við sögðum áðan, það ætlum við að freista gæfunar og hringja til Tælands. Þannig að það við ætlum bara að freista gæfunar að ná í hann Tóta núna og eins og við vorum að segja þann, ég býð spenntur eftir við erum byrjaðir að hringja og að hvort hann svar ekki. Já, þú yfirheyrir hann Gunni, það getur bara verið í símanum mínu þannig að þú bara hjólar í hann. Nákvæmlega og þannig að við ætlum að freista gæfunar og ná í hann og ég verð bara að spyrja hann út í allt þarna. Já, ekki spara neitt. Nei, nákvæmlega. En bara hérna eftir örstuttasund þá bara heyrum við honum Tóta út í Tælandi og síminn farin að hringja og við erum byrjað að hringja út. Tóti, gott og sæll. Já, blessaður. Blessaður, þú ert komin til Tælands, hvað ertu búin að vera hana lengi? Ég á morgun, ég búin að vera hér í viku, eina viku. Já, hvað ertu að gera það núti? Ég að vinna hérna hjá einni ferðaskrifstofu, hún heitir Oriental. Já, og þú ætlar að vera hana, er það ekki svolítið tíma? Ég hugsa að vera hér í 1-3 mánuði, ef ég verði ekki ástokið það að segja. Já, ætlar að koma með eina tæliska kannski heim? Já, það er aldrei að vita maður. Nei, nákvæmlega, bara að hafa þetta svona eins og bara allt leiðir. En ég veit það, eins og ég er búin að heyra. Já, hvað segirðu? Ég er ekki frá því að segja bara betri heldur en þessar íslensku. Já, en er reynt við það nútið það ekki? Jú, það er náttúrulega alltaf sem maður svona labbar sko, þá náttúrulega ég er hvíti stóri gæinn sko. Já, nákvæmlega, við vil ekkert endilega þessa litlu asísku menn. Nei. Það er litlu áttin titi. Já. Ég veit allavega með verðlagið að núti, þá ekki bara á konum, heldur líka vörum og ráftækjum og svo leiðis. Þetta er frekar ódýrt allt saman, er það ekki? Hvernig er verðlagið búið að vera þannig síðan þú komst? Þetta er náttúrulega, tölvur eru náttúrulega framleita bara hérna nánast í landinu við hliðina, sko, þannig að sendingakostnaðar er náttúrulega engin, þannig að vöruna verða mikið ódýrari. Fyrir auðvitað það að hér er svo kallað BAT. Já, gjaldmiðillinn, já. Og hann er 2,6 krónur. Já. 1 batt er 2,6 krónur. Já. Og meðal talva kostar til dæmis 40.000 batt. Já, það er frekar ódýrt. Já, það er nefnilega vel sloppið. Já, en þú varst að kaupa þér fyrir ráttæki og það ekki líka? Ég var að kaupa mér Apple MacBook Pro. MacBook Pro, já. Og hann kostaði alveg 60 skalli minna heldur en heima. Já. Þetta var alltaf svolítið í Apple er náttúrulega dýrt bara allstaðar í rauninni, Apple er bara dýrt. Apple er náttúrulega bara gæðið út í gegn. Algjörlega, sammála því. Það getur ekki verið annað en dýrt. Nákvæmlega, Apple bara alveg hróskilið fyrir það. En þú varst að kaupa þér eitthvað meira núti líka, varst ekki að kaupa það myndavél? Ég keypti mér myndavél sem heitir, reyndar heitir hún Canon Kiss X2. En Kiss X2 er sama og 440. Já, bara svona asíska útgáfan. Já, það er einu munurinn er þessi limmiði framan á henni sem þetta Kiss X2. Já, og hún ekki kostað jafn mikið hérna heima allavega. Hún kostaði, nei, þetta er náttúrulega svona pakki, sko. Já. Og hún kostaði, ég er nú ekki viss verðið á hann heima. Nei. En hérna kostaði hún 22.000 baht. Já. Og 440 hún myndi kosta 27.000 baht. Já, þú meinar.
Já, þannig að þetta er allavega mjög ódýrara en hérna heima. En hérna náttúrulega fleira sem að er ódýrt hana, eins og matur, eins og veitingastaðir og svona. Og það er alltaf hægt að komast í veitingahúsi og þetta borga 10.000 krónur íslenskar á eða? Sko, nei, náttúrulega heima þannig var náttúrulega að eiga, sko, helst 300 hlutabréf og hluti olíufélagi bara til þess að komast á veitingastæðin og geta borðað það, sko. Já. En hérna er þetta voðalega misjast, sko. Hérna getur náttúrulega farið á bara svona götuhorn og hún borgar bara ekki neitt fyrir. Ég er ekki alveg með það svona á hreinu hvað það er yfirleitt splæsta mann matinn. Já, þetta er samt eitthvað ódýrt eða ekki samt. Jú, það er náttúrulega alveg, sko. Við erum að tala kannski, þú veist, fín máltíð með gósi og ábát á gósið. Já. 1500-2000 skall kannski. Þetta er eins og 2-3 kjúklingabitar á KFC. Já. Þannig það er allt saman frekar ódýrt líka og það er ekki búin að reykast að mikið af vörumanni sem er dýrari en hérna heima allavega. Nei, alls ekki. Og svo er líka voðalega mikið þjónustu hérna. Það er allir til í að þjónustaði fyrir ekki neitt því. Það er náttúrulega svo mikið af fólki hérna. Já. Að það þarf að búa til störf fyrir alla, sko. Algjörlega. Hérna, það er náttúrulega bara fleira ekki. Verður nú eiginlega að spyrja það líka út í hérna strippstaðir. Ertu búin að kíkja inn á svoleiðis? Ég fór hérna smá svona búllu rúnd daginn. Já. Strippbúllu rúnd. Og hérna. Það er náttúrulega bara ævintýr út fyrir sig. Ég er að segja það eftir þetta kvöld. Ég svaf eiginlega ekkert alla nóttina því að hlutinni sem ég sá þetta kvöld. Já. Og dömunar, þetta eru óttalega fallegar stelpur. Já, algjörlega. Ég veit ekkert hvað eru gamlar, en það eru alltaf náttúrulega lítið alltaf verið út því það þurfa náttúrulega að vera söluvara, sko. Já, nákvæmlega. Og það er alltaf, sko, þú veist, fyrir utan strippstaðina. Það er alveg bara, ooh, you're so big, oh, you're so strong, you're so handsome og eitthvað, maður er alveg bara ekoðir alveg í botni, sko. Já, þannig að fólk er hrifið á þér að núti, því að ég held reyndar svona. Maður er náttúrulega þannig vaxinn, sko, hvítur og stór, sko. Já, algjörlega, það er náttúrulega draumur allra tæliska kvenna held ég líka að geta fara heim með íslenskum strák til Íslands. Að sjálfsögum. Já, þannig fór bara alveg mestu höstleirinn þarna úti held ég. Já, hvað heldur maður? Það er ekkert annað í boði. Nei, það sjálfsögðu ekki. Þú ert ekki búin að lenda í þeim þá allavega núna á síðustu viku að verða ástfangin, eða? Nei, en ég var náttúrulega alveg 2 mánuði og 3 vikur eftir, þannig að... Já. Og þannig að maður má ekki byrja á snemma, sko. Maður verður að setja hann svolítið út í horn, sko. Þegar maður er komin heim, sko, með hana, þá þýðir ekkert fyrir mann að senda hana heim, sko, heim til Thailand, sko. Nei, ekki, það er erfitt að senda hana aftur heim þegar hún er henni góði vön, held ég. Já, þannig að það er líka, sko, veist, ef maður næri hann svona rétt undir lokin, rétt að þeim að frem, þá verður hún að koma með manni, sko. Þáttur að hún myndi ekkert vilja fara tilbaka, sko. Það er ekki málið. Nákvæmlega, en ég get nú alveg sagt þér það með svona sambönd að ef hún ætlar að fara að ætlar að fara að búa á Íslandi með þér þá þarf hún að giftast þér, annars þarf hún bara ekkert landvistleyfi. Já, það er rétt. En þú hefur nú reynslu á þessum dömum, það er... Já, ég segi það nú ekki. En jú, ég veit alveg hvað þú ert að tala um og það er alveg mun frekar reynt hann af asískum stelpum heldur en íslenskum. Það er miklu meira til í einhvern veginn ég heldur en þessi meira hrifningin á því að maður sé frá Íslandi og svoleiðis heldur en að maður sé heldur en maður sé bara svo sem maður er því að náttúrulega heldur þú svona ég er svona mikið að pæli ég veit alveg til dæmis sambönd þannig að kannski ekki bara áttræður bara íslensku maður með tvítugri tæliska stelpu og ég get ekki bara ég veit að þetta ástin spyr ekki aldur en ég get ekki sé fyrir mér að það sé bara vegna þess að þau elskist svona mikið kannski náttúrulega þykir manninu vænt stelpuna og svo leiðis en ég hef stelpuna að sé hérna frekar til þess að geta ert allt eftir hann og fleiri tælendingum inn í landið og svona þannig að þetta er nú kannski ekki alltaf spurningum ástin en maður veit það ekki en já en þær stelpur sem oft koma til Íslands eða annara landa með einhverjum mönnu sem að þess vegna þykjast eru ríkir eða eru vel auðugir
það er oft stelpur úr sveitunum sem að sjá sem eru kannski komið með einhvern skuldahala eru bara óhamingjusamar þess vegna með einhvern sjúkdóm einhver leiðindi í fjölskyldunni sjá enga aðra útkomuleið heldur en að fara með einhverjum þess vegna áttræðum ógeðslegum kalli til Íslandi eða eitthvað Þetta er mjög oft svona sko. Fólk eru ofta að misskilja sko, að kallarnir sé að fara og kaupa sér einhverja rosalega flottar grannar tælenska kettlingar, það eru rauninni bara að sko bjarga þeim. Já, bara koma út úr skuldunum. Það er nú kannski margir hérna á Íslandi líka sem eru það skuldir, þeim er alveg sama að það kemur ykkur bara hérna einhver stelpa frá öðru landi myndi borga allar skuldi hérna og þeir færi með henni bara. Þannig ef maður sér þetta þannig. Jú. Já. En það er nú, ég þekki nú til dæmis eitt dæmi þar sem að var kall sem átti að borga fyrir eiginkonuna sína. Já. Og hann fekk að hafa hana í 1 ár áður en hann myndi borga. Já. Svo þegar hann kom til Tælands aftur ætlaði að borga, það kom hann til Tælands með frúnni. Já. Hún hvarf með peninginn. Að sjálfsögðu. Hann er ekkert búinn að búa með henni heilt ár með þeir, ekkert heyrt í henni. Nei, nákvæmlega, það er svona, það er svolítið að geta verið klekkjóttur, auðvitað líka getur fólk orðið virkilega ástangið og bara býr hérna á Íslandi saman virkilega ástangið, það er auðvitað alveg líka til í dæminu, en bara en hérna áðurinn í kveðið allavega í bili, þá hérna ætla ég að spyrja þig líka hérna aðeins út í það, maður er náttúrulega síðið bíómyndum og svona, það er alltaf svona eins og asíst fólk sem er mest sett upp fyrir að vera svikar og með eitthvað ólöglegheit og svoleiðis í bíómyndum, hérna, hefur verið að rekast á svona markaði sem að bara er með ólöglegan varning? Sko, ég hérna hann er svolítið saga að segja fyrir því, ég fór hérna í Mollundaginn. Já. Og hérna keypti mér föt. Já. Þetta eru allt svona einhver föt frá Diesel og Jack & Jones og ég veit ekki hvað sko. Já, hvað kostar slíkt? Sko, það var nú ég held ég hafi eitt 10.000 krónum íslenskar. Já. Í 3 buxur, 4 bóli og 1 belti. Já, þetta er svona 40.000 kall, 40-50.000 ábyggilega hérna. Jafnvel meira. Ég elskar sérstaklega ef þessi merki eru sönn sem þau eru ekki. Já. Því að buxurnar voru allar Diesel. Já. Og einni bólinir nema inn í þessum vörum var allstaðan miði sem stóð á Made in Thailand. Já, þú meinar, já. Þannig að og beltið var Armani sem er náttúrulega og kostaði ekki neitt þannig að já. Það eru mjög miklar efasemdir að þetta sé alvöru vörur, skilur þú? Já, ég skil þig. Hérna, hefur rekist á til dæmis svona, hérna, ég veit ekki, tónlist og DFD-myndur og eitthvað svona líka ólöglegt. Ég hef alveg heyrt dæmi slíkan varning ólöglegan að selda hann bara í markuðum. Sko, núna eins og það er til dæmis önnur svona verslunarmiðstöð. Já. Þar sem að sko ég ætlaði að fara að kaupa mér hérna forrit. Já. 2 forrit sem heita hérna Lightroom og InDesign. Já. Ég fann bara hvergi þessi forrit nema að fá þau í ólöglegu formi. Já, það er nefnilega þá. Er þau selda sama verðinu þó þessi ólögleg? Nei, mikið áttir og já. Þetta er náttúrulega menn sem eru að hafa sinn business út af það að selja ólöglegan vörur. Já. Og þetta er alltaf í lagi hjá. Þetta er untraceable. Já, það er ekkert að rekja það og það virka alltaf eins og það er að gera. Ef það virka ekki þá verður búið að koma og skipta. Já, þannig að svona það virkar þó að þetta er sjálflegt. Það er svona náttúrulega ekkert nógu sniðugt að vera kannski að í einhverjum ólöglegum forritum en hérna, já, en allavega svona er þetta, markaðin er núti mikið að ólöglegum varningi greinilega. Já. En Tóti, þetta er ný dagskálaður hérna sem heitir Tóti í Tælandi og við ætlum svona að fylgjast með þér allavega fram í desember þannig að þú kemur aftur til hérna Íslands og hérna og heyrast nýjir reglulega allavega og hérna við heyrast nýjir kannski fljótlega aftur og hérna auðvitað hvort séu búin að rata á ástina og hefur eitthvað meira að segja hefur meira fréttir að segja okkur frá Tælandi. Þannig að hérna, ég þakki nú bara fyrir spjallið í beili en við höfum eftir að heyrast aftur fljótlega og hérna og þá bara segir okkur meiri fréttir frá Tælandi.
Já, bara þakkaði kærlega fyrir spjallið og hlakka til að heyri þið næst. Já, ertu blessaður. Já, ertu blessaður. Já, þannig heyrðu við honum Tóta sem staddur út í Tælandi. Já. Það var nú reglulega skemmtilegt að heyra hans hliðar á þessi máli og greinilega já, ýmislegt öðruvísi þarna. Þykir víst eins og við vorum að koma inn á síðast að það þykir greinilega allt í lagi að það sé bara ólöglegu varningur í búðum. Já, ég veit ekki, ég nú tölvunörd og ég ætla ekki að þykjast ekki kannast við ólöglega dreifingu og kóperingu eða svona afritun á gögnum, forritum og MP3 lögum og svona, ég ætla ekki að þykjast vera á móti því. Nei. Ég nenni ekki að kaupa einhvern geisladisk á 2500 kall með einu góðu lagi og einhverju one hit wonder og restin er rusl og svona þannig að. Já, en við ætlum að opna síman bara eftir auglýsingar og hlustunir hafa eitthvað þetta að segja. Það nefnilega ýmislegt þarna sem kom fram líka eins og hann Tóti var að segja, tælerska stelpur. Það bara eins og hann segja eins og hann Tóti sé bara einhver guð þarna úti. Já. Það eru vitlausar í að en þegar hann er á Íslandi þá engar íslenska stelpur að reyna við hann. Nei, en það var nú líka svona í ástandinu svo kallaða þegar það voru amerískir hermenn og Íslendingar brjálaðir af því að stelpurnar sóttu svolítið í þá. Já. Það getur allar þjóðir fengið að kenna á einhverju svona, sko. Já, nákvæmlega, en bara með þess merkilegt að maður sagði mitt áðan þetta með þegar hann er á Íslandi eða eitthvað, þá voru ekkert verið að reyna neitt við hann, sko. En eins og hann kom inn og það er allar stelpur bara alveg eins og breima kettir þannig kringum hann úti. En við viljum taka östuðar auglýsingar og svo framundan, þá ætlum við að heyri hlustendum með þeir hafa einhverjar sögur og vilja eitthvað kommenta á þessa Tælands umræðu. Ef þeir hafa eitthvað álít á þessu eða vilja miðla reynslu sinni. Já, sérstaklega miðla reynslu sinni á Tælandi og kannski tælenskum konum líka ef fólk vil tala það. En það er allt saman eftir smástund á Útvarpi Sögu. Þeir eru að hlusta útvarpsþáttinn Hinn eina sanna. Já, þeir eru að hlusta Útvarp Sögu og útvarpsþátturinn Hinn eini sanni og það er Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vésteinsson sem að sitja með ykkur til klukkan 3 í dag. Helga Braga ætlar að koma inn klukkan 2 og vera með ykkur síðari klukkutíman. Það er að gera, mjög gaman ætla ég nú að segja, að fá hana Helgu Brögu í heimsókn og hún ætla hefur komið víða og er í öllu, þannig lagað. Magadansari og leikona og grínisti og ég veit ekki hvað. Já. En eins og kom fram í náðan, við vorum að tala við hann Tóta sem stattur út í Tælandi. Það er bara okkar maður í Tælandi, getum við sagt. Fréttarittarinn okkar. Fréttarittarinn okkar í Tælandi. Já. Og hann var að segja ykkur áðan sögur af Tælandi og hvernig hann upplifir þetta sem Íslendingur. Það er mikið meira reynt við hann þarna út í Tælandi heldur þegar hann er hér á Íslandi. Þú veist, það er að því að eins og kom fram í þessu viðtali áðan að það er draumur allra tælenska kvenna að geta farið með heim með íslensku manni, myndi ég halda, eða fara heim með bara einhverjum, bara allavega ekki vera í Tælandi. Það er allavega hátt á listanum, ég held samt að myndu frekar vilja fara í betra veður. Já. Held að sé oft ansísvektar með rigningun og roki sem er hér. Já. En já, það er freistandi, ég meina ef þú vinnur á Hrísgrjónaakri 14 tíma á dag eða í blómaversmiðu eins og kona í einhverju heimildamyndin sem er gerð hérna á Íslandi, vann í einhverju blómaversmiðu eitthvað, hvað sem er gert þar, að hvort þeir eru að setja saman plastblóm eða rækta einhver alveg blóm eða eitthvað, og það var bara 12 tímar á dag eða eitthvað, að sitja í einhverjum stól, þú veist, innan 50 aðra manns á 50 fermetrum eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Ég myndi frekar búa í rógraskatinu hér á Íslandi og þú veist, jafnvel út í sveit. Og þá inni að skúra frekar. Já. En það er mitt þetta eins og kom fram, það er bara staðrind, myndi ég að leyfa mér að halda, það tel ég, að sé staðrind að svona asísku stelpum finnst meira eftirsóknarvert að koma til annarra landa, sérstaklega svona þar sem að fólk er, þannig lagað svona hamingjusamt. Já. Og það jafnvel, þetta hefur gengið svo langt stundum eins og það hefur verið að gauka að því mér áðan, að það var einum sem að ég kannasti, hún var bóðið 500.000 krónur íslenskar fyrir að giftast einhver ákveðinni konu sem hann þekkti ekki neitt. Það var bara landsleyfið sem að sem þessari konu vantaði og bara hún var bóðið 500.000 í íslensku peningum fyrir það að giftast þessari konu sem hann nú gerði ekki. Nei. Því hann var náttúrulega bara hamingjusamur með sinni kærustu. Já, en svo hefði hann örugglega verið látinn borga fyrir brúðkaupið og það er örugglega 1 milljón. Já, þetta er bara svona helmingurinn að brúðkaupinu. Flugför fyrir alla Tælendingana til Íslands og matur og
tónlist og eitthvað svona þannig að Já. En svo eiginlega til alveg alls konar svona sögur og bara mjög ljótar sögur eiginlega líka eða svona illkvittnislegar sögur líka. Ég get nú alveg nefnt aðra sem ég hafa sagt fyrir svolítið síðan en það var þannig að það var íslensku maður sem að fór til Thailands og fann sér bara konu sem hann bara leist mjög vel á og sæt og góð og skemmtileg og bara þau voru óbáslega hamingjusam og ástfanginn og svona hann úti svo þegar maðurinn var nú að fara aftur til Íslands þá ákvaða nú að þá ákvaðu þau svona að ættu nú kannski að flytja bara til Íslands og að það var alltaf bara mikið betra að búa þar og slöðis heldur inn í Tælandi en það er samt eins og hann Tóti var að segja hann líkaði vel við Tæland og líkaði vel við það sko en alltaf mjög þægilegt fyrir Íslendinga allavega að fara hann út í frí sko Já, það er íslensk laun í Tælandi Já, það er stælda líf en allavega, ég ætla að halda áfram með þessa sögu að þessi maður og þessi kona koma til Íslands og eignuðust barn og svoleiðis á landinu og Já, þá var þetta allavega örugglega ekki Ladyboy þá var hann búinn að afskrifa það Sandisaster Já, það var alltaf ágætt en þau koma til Íslands og eignuðust barn og allt svoleiðis en svo vitanlega og skiljanlega bara ég skil það mjög vel það vildi þetta konan hans fara stundum til Thailands og heilsa upp ættingja í heimsókn og svona þó hann byggi nú á Íslandi og þau voru ríkala ástangin hélt hann og þau hún fór hann út eitthvað og alltaf verið í 2-3 vikur eða eitthvað og hann vissi svona að hún var búin að segja hann hvar hún byggi og svona eða hvar fjölskylda hennar byggi og hvar hún yrði í Tælandi og þá ákvaðan svona bara þegar hann var alltaf ríkala ástangin bara maðurinn og hann ákvað það væri nú sniðt bara fara til Tælands, drífa sig bara þangað komin á óvart, mæta bara þarna og mæta bara skyndilega á staðinn og til hennar og þá náttúrulega ég held að hann hafi sett barnið í pössun sem það átti og hann fór bara náttúrulega til hennar þá bara var hann nú svolítið önnur saga að segja frá því út að þá kom hann til Thailands og í þetta hús og en þá var hún bara þar með gift thailandsku manni átti með hann örugglega 4-5 börn og var bara að fara að heilsa upp á hann líka og var svona á Íslandi og misnotaði því miður þennan íslenska mann til þess að geta verið hér unnið fyrir íslensku peningum skoppuð svo alltaf á til Thailands og fætt sína fjölskyldu, sín börn og sín mann en þetta samt að vissi lítið göfugt hjá henni skilur og hún að sjá fyrir sinni fjölskyldu Já, en bara leiðilt að okkar góðu Íslendingar sé að lendi svona Hann hefði bara ekkert að fara út þetta bara sýnir það borgar sig ekki að vera hopeless romantic Já, maður er aldrei eyðilega góða ástasögu með sannleikanum Nei, akkurat Það er ekki þannig En ég hef nú oft heyrt svona það sem að einhver íslenskir menn fá sér tælenska konu Já. Og þetta getur verið á kottmegin sem stundum sko maðurinn ömurlegur konuna Já. Og hún veit kannski ekki hún hefur verið réttind á Íslandi hún heldur kannski bara hann megið, þú veist bara loka hann inni og ekki leyfa hann að fara út og veit ekkert að hún hefur íslensk lagaleg réttindi eins og íslensku ríkisborgari en stundum líka hafa konur alveg klekkt á svona mönnum og platað upp á skónum en eitt sem ég hef oft heyrt er að þegar að þú flyttir inn kannski svona tælenska konu að þá er hún mikið ofta að reyna að hugsa sína fjölskyldu jafnvel þó hún sé kannski ástofngin aður og alltaf en sérstaklega ef hún það kannski ekki og er að reyna bara að flytja sína fjölskyldu eða borga sína fjölskyldu eitthvað að þá oft byrjar það að mamma kemur og pappina og litli bróður og svo svona stóri bróður hennar og svo þegar hún er búin að vera nú lengi gift til þess að hún megi bara vera hérna sjálf og ekkert upp á þig þá allt í henni kemur í ljós að bróðurinn hann var bara alltaf maðurinn hennar skilur kærastinn hennar eða eitthvað og þau flytja saman Já, og ég eiginlega bara þekki nokkra svona sögur því miður önnur hljómaði líka svo það var thailensk kona og íslensku maður sem að byggja eitthvað staðar á höfuðborgarsvæðinu og eða svona flutt eða svona eiginlega kynntust út í Tælandi eitthvað en maðurinn ætlaði hann að fara og fjárfesti konu þar hann fann ekki sína konu hér á Íslandi en hann skrapp þangað út og þau voru hrikalega hamingjusum og hún sagðist ekki neitt börn og neitt svoleiðis en svo voru þau flytt til Íslands og búin að vera ég veit, það var nú ekki langur tími þá bara kemur allir skarinn það fylltist íbúðin á Þælendingum og það var börn sem hún átti og frændfólk afi og amma og allt og
maður enda náttúrulega á því að maðurinn geði flutt út. Já, en veistu það, ég myndi ekki vilja vera svona í Tælandi sem allar konur reyna við þig. Nei. Af því hvernig hans skoðum átt að vita hvort þær reyna við þig eða peningar þína. Já, Við kallmenn erum aular. Það er kannski mögulega hættilega að þekka það, en við kallmenn erum innstiltir á að vera aular og halda að allar konur vilja sofa hjá okkur eða mögulega horfa ekki undan og þú veist, gretta sig þegar við horfum á þær eða þú veist, hlaupi burtu eða eitthvað, þú veist, þannig við vonum alltaf að allar konur hafa áhuga á okkur og allt sem maður gerir sé, þetta var athygli Jú þú veist, eitthvað svona, hey, nei, Gunni, sjáðu konuna þarna út gluggann þarna hjá þarna Glæsibæ, hún er að horfa á mig sjáðu, fyrir ég truflaðist eitthvað hérna, hvað ætla ég að segja en ég held þú getur aldrei í rauninni treyst neinu svona þá það er þá allan að betra að vera eins og bara ljótur maður, þannig að þá veistu ef einhver sem átt ekki pening þá veistu allan ef einhver kona elskar þá elskar hún þig fyrir þig, þinn innri mann en það finnst mér nú bara einna rómantískast af öll í heiminum, það er að sjá forljótt par sem er að deyja úr ást svona út á götu sem virkilega deyja úr ást bara það er einlægt já, en hérna það er kannski ég veit ekki hvort maður, það má nú alveg segja það en er það ekki samt að þau eru bæði getur að vera út að bæði vita ég er svo ljótur og bara best að finna einhvern annan sem er ljótur líka loksins fann ég einhvern loksins fann ég svona förunutin sem er ljótur líka það er svona, þú veist, ástarsagan í blaði þegar það tekir viðtal við þig eins og hjá síðu hert eitthvað svona bara svona mutual desperation protest og geða þér örvæntingin sameinaði okkur svona framan á síðu hert og svona tveir brosandi himpi það verður kannski fallegt Já, en ef hlustundur vilja eitthvað segja þetta þá hérna er síminn 588-1994 eða hafið eitthvað reynslu af Asíu til dæmis bara auðvitað ég er ekki bara að svo enginn fara að hringja hérna og rífast í eitthvað eftir ég er ekki að segja að öll sambönd séu svona að bara konin sé hérna bara út af peningum eitthvað það er alveg pottið til hérna á Íslandi hamingjusamt par íslenskur maður og tæleg stelpa eða eitthvað það get alveg verið hamingju sem eru pottið bara saman og bara eru út af ofstina en hitt er til líka þetta sem við erum búin að tala ég man nú alveg eftir það var heimildamind sýndið tvær tælenskar konur í Íslandi og mennina þeirra og annað parið var bara rosalega hamingjusamt og glöð og þau voru bara mjög glöð sko. Hinu, þú veist, maðurinn í hinu sambandinu var eitthvað svo fúll og neikvæður allt en annað parið var bara mjög svona glatt saman og ánægt En að koma örstuttum auglýsingum hérna á útvarpi sögum síminn 588-1994 ef þið vilja koma inn í þessa umræðu við erum að tala Tæland og ákveðum og Asíu eiginlega bara líka ekkert endilega bara Tæland en allavega hann Tóti okkar í Tælandi hann er þar og við vorum að spjalla hann rétt á hann og þetta er það sem hann var að segja ykkur að íslenskar íslenski menn það er bara alveg sama hvernig maður lítur út hann úti en Tóti hann alveg bráðmyndalegur maður samt en ég segi samt að það er alveg sama víst hvernig maður lítur út þarna það er bara reyndið mann alveg á fullu en koma á því betur eftir auglýsingar hér á útvarpi sögu þetta er útvarpsþátturinn Eini Sanni, Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vésteinsson Þið eru að hlusta við Eina Sanna útvarpi sögu og við vorum að tala svona tælenskar konur og giftingar og þegar fólk giftist í fjár eða ýmislegt svoleiðis og hérna ég man nú eftir einu svona atviki að ég hitti einu svona fyrir svona mann sem var vægast lúði sko hann hefði ekki getað panta pilsu á ensku og alla á sínu eigin tungumáli, hann var svo flámæltur og hérna svo sem sagt frétt maður var að fara til Nýju Gíneu að finna sér konu en það voru víst Filippseyjar þú veist, hann vissi ekki einu svona munin á hann vissi ekki einu svona hvert hann var að fara þegar hann sótt sér konu og kunni ekki ensku en einhvern veginn tókst honum að koma tilbaka með Filippseyska konu og hann kunni ekki ensku og hún kunni ekki íslensku og hún kunni smá svona ensku og eitthvað og þú veist, hún var voðalega svona sæt og lítil ég var svona 12 ára og hún var svona hæð við mig skiluru og hérna satt svo var okkur boðið í matarboð okkur var lúmst boðið í matarboð og hérna og honum þessum manni saman svona til að sýna okkur hann það var svona, þú veist, voðalega inconspicuous af því okkur langaði þessu, við verðum að fá að sjá hann við verðum að fá að skoða hann eitthvað og þá var hann við matarborðið og eitthvað og svona einhver aðrir að tala ensku við hana en hann tala bara íslensku og svo segir hann svona að það er nú góðara en tannarnar en maður veit náttúrulega ekki grændina og ég fannst mér þetta eitthvað svona bara absúrd þú veist, þetta ætla ekki ég vera ég þegar ég verð 60 skilur hugsa ég Nei. Það var ekkert talað saman þá eintalega Nei, en
svo skilst mér það hafi gengið ákveðlega hjá þeim Nei. já, svo kom annað reynda líka Þarstan daginn þá eldaði ég handan hrossabjáa og hún var nú bara veik að þetta fara með hana til læknisins og hann sagði mér að vera ekkert að elda fyrir hann neitt svona til að berja með og þú veist, hún búin að lifa einhverjum frískunum og salati og hann eldar eitthvað svona akfeit ógísli viðbyrli hrossabjúa handinni þegar hún kemur þetta til landsins, þú veist það eru eiginlega fleiri kaloríur í þessu heldis hrossabjúa heldur en í konunni sjálfri, skilur þú veist, þegar það myndi koma ísbjörn og veljum að geta hrossabjúa og konuna myndi geta hrossabjúa, skilur að hérna, þú veist, bara hvað er fólk að pæla Já Hérna, þetta er allt saman þetta er svo Hvað er svo þetta sem hann nefndi í viðtalinu líka hann sagðist að hafa vitað um það var að vita allir um svona sögur eitthvað hann sagðist að hafa vitað um dæmi um það það sem að maður hérna á Íslandi valdi aldrei þessi konu út í Tælandi og hann fekk að hafa hann í 1 ár áður en hann myndi borga fyrir konuna, svo kom hann eftir 1 ár frúin með honum og svona og hún bara hvarf með peningin en þetta er í rauninni sko, þær eru samt svona eins og þú segir sko, one man's terrorist is another man's freedom fighter að þú veist, hún er svindlari fyrir okkur en hún er frelsari skilur kannski fyrir sína fjölskyldu sem er sveltandi eða eitthvað og hún er bara, þú veist, þetta er eins og bara njósnari skilur, hann er svikari en hann er hetja líka hinum megin og ég meina, ef hún er að brauðfæða kannski tíman af fjölskyldu skilur, þá getur maður ekkit vorkend voðalega mikið einhverjum með lúða sem maður gæti ekki einu sinni náð sér í konu á Íslandi og fór eitthvað að borgaði pening, ég meina, hann fekk þú allan hafni ár skilur kannski, það er nú sennilega meira af kvenmanni heldur en hann fær að sjá öll hinn árin, þú veist, þannig að hvað veit maður? Já, við veitum ekki, ég þekki ekki þessa sögu nefnilega, hann var ábygglega eitt lúðin sem finnst bara betra að vera með svona asískum, það er eins og sem segja að þessi ekki með neitt vesen það eru oft lúmskar ég held að sé oft svona búin að læra alls konar svona fínni aðferðir við að stjórna þetta er víst taktík en talandum svona kaup fyrir konur og borga fyrir svona og þú veist, ég vil nú ekki hljóma eins og við séum einhverjir, þú veist, sé eitthvað illa við Asíu eða eitthvað Asíufólk þannig að ég verð nú bara að nefna nærtækra dæmi ef þið farið á marryourdaughter.com ég fór á þessa síðu og ég var bara svona ég blöskraði bara þetta er bandarísk heimasíða það sem eitthvað svona kristið fólk heldur úti sem vill ekkit að dætur sína sé eitthvað að fara á djammið eða eitthvað svona vittleysu eða verða sjálfstæðar eða fara í nám þeir vilja bara að þær giftist og séu mömmur og þarna eru bara eitthvað, þú veist, 14 og 15 og 16 og 17 ára stelpur og bara þetta er dóttir okkar og hún er svona og svona og við viljum svona mann handin, hann á að vera trúrækin og þú veist, hafa fjölskyldugildi í fyrirrúmi og hafa að minnskostu svona mikla tekjur og svo er bara takki, sem maður segir bara senda bónorð og svo kostar að senda bónorðið þetta er ótrúlega hvað kostar að senda bónorðið? Hún getur náttúrulega valið um að segja síðan já og nei já, kannski færðu peningi tilbaka ef hún segir nei ég myndi vona það þetta er ekki eins og lottó nei, ég meina annars myndi ég bara gera svona síðu með, þú veist, bara tilbúnum konum, tölvutekniðum, ég bara segja alltaf bara nei já, það er svona en fleira í þessu dæmi líka það sem er merkilegt líka að núti svo er svona aðeins fyrir mig verið meira þetta það þykir mjög eðlilegt greinilega að það sé bara stormörkuðum að núti bara DFD-myndir og tónlist og eitthvað selt bara ólega sjóræningi útgáður já, en ef að fyrirtækin er ekki sjálf í þessum löndum hverjum er ekki sama, skilur við? Já, það er nú það nei, ég meina eins og hérna á Íslandi við tjönum það bara, þú veist að sko ég kaupi alveg til dæmis gildiska ef það eru mörg góð lög að þeim og ég myndi kannski frekar skammast mín fyrir að svindla á því að kaupa eins og það verður hljómsveit sem mér finnst mjög góð eins og kannski Trabant eða Ensími eða eitthvað svona sem að er að virkilega, finnst mér að gera góða hluti og ströggla við að fá peninga til að vinna sín vinnu þá skammast mín svolítið fyrir að downloada bara einhverju dóttir frá þeim, fyrir að kaupa Trabant diskinn og eitthvað þannig en að kaupa, þú veist, eitthvað eða þú veist, downloada einhverju, niðurhlaða einhverju Michael Jackson, þú veist hvað, þú veist, á ég að vera að borga honum eitthvað meiri pening svo hann geti eitt þessi einhver Disneyland sem fyrir á hausinn bara ég sé ekki tilgangin í því nei þannig að þú veist, þetta er svolítið að fyrirtækin þarna stóru er ekki hérna úti Vesturlönd hafa alltaf verið tilbúin til þess að í rauninni notfæra sér þriðja heimslönd til þess að græða þeim og þetta er bara skilið tilbaka
það bara mín skoðun á þessu. Já, það var annað líka, eins og hann nefndi líka í þessu viðtali sem spjöllum við hennum áðan. Það stelpur sem svona, eru líklegasta til þess, en svona allar líklegar, en það sem svona líklegasta til þess að koma til Íslands með alveg, bara eins gömlum mönnum og hægt það eins og hann sagði, stelpur úr sveitunum, það ekki endilega úr Bangkok höfuborginni þarna, heldur sveitunum nærríkjandi og það með skuldahala og svoleiðis og sjáum ekki aðra leiðin að láta einhvern koma að borga fyrir að skuldinnar og fara sem bara með honum. Já, en líka ef hann áttræður, þá kannski þarf hún ekkert að þola hann í mjög langan tíma. Nákvæmlega, það er líka það, já, nákvæmlega. Ef hún lifir af hrossabjúgun, skilur og allt þetta og hrútspungan eða eitthvað sem hann eldar hún í hana, getur hún bara kannski verið ákveðlega hamingjusum þegar hann föllir frá eða eitthvað, ég veit það ekki. Aldrei veit það, maður veit ekki alveg, þetta svona saman, ég veit það ekki bara, það er svona. En það talandi svona hvernig svona menning í öðrum löndum, hvernig mann finnst skrítið, hvernig fólk kemur sér saman í Tælandi eða hvernig þetta það, að ég hef alveg heyrt svona einhvern sem furðaði sig á Íslandi, hvernig það væri hér, að það rússnesk konan sem ég þekki, að hún var að segja að í Rússlandi þá það alltaf kallar sem hafa frumkvæði að reyna við konur og það þykir ekki við hæfi að konur reyna við kallmenn. Ég meina, við erum náttúrulega skandinavar og konur hafa bara mikið frumkvæði í skandinavskri menningu og hafa alltaf haft. Og við höfum alltaf í rauninni borið tilhlýðilega virðingu fyrir konum, allavega meir en aðrir. Og henni fannst það svo skrítið að hún var að segja eitthvað, hún var svona ekki með mann og var að segja eitthvað. Mér finnst svo skrítið á Íslandi þá reyna konur við mann. Í Rússlandi aldrei gera svo í Rússlandi. Það bara að reyna karlmann með konur. Og konur býða eftir karlmenn reyna. Ég ekki reyna við mann, mér finnst það ekki normal, segir hún, sko. Og svo segir hún, en alltaf þegar karlmenn á Íslandi reynir við mig, þá segir bara, vilt þú ríða eitthvað svoleiðis? Aldrei neitt bjóða blóm eða bjóða kaffi eða neitt, bara alltaf vilt þú koma heim að ríða. Þú veist, þannig að já, þetta er ólíkir heimar. Já, mér finnst það svolítið svona lélegt einhvern veginn, skammaðist mín svolítið fyrir okkar land þegar hún sagði þetta, ég veist ekki þetta væri satt. Nei, nákvæmlega. Og eins og hann sagði bara eins og hann sagði áðan líka í viðtalinu að vera að kalla eftir hennum þegar hann er að labba og svona, að vera hann úti í Tælandi, það vera að labba, að kalla eftir hennum strong man, you're handsome en og bara allt þetta. Það er svo yfirdrifið. Já. Þú veist, það er svona eins og þegar einhver Ítali svona, you're the most beautiful woman I have ever seen. Þú veist, hvaða kona trúir þessu? Jú, sumar trúa þessu reyndar, ég meina, það er náttúrulega málið og kallmenn, við viljum svo innilega að allar konur trá okkur. Okkur dreymir það, þannig að við erum svo tilbúinir til að trúa því, þó þessu augljóslega ósatt. Þannig hún eftir að horfa á mig, sjökunni, þannig hjá Glæsibæ, þessi, og þessi vinkona líka maður á, það er að stara hérna gluggan. Heyrðu, fyrir ég tröflaðist eitthvað aftur. En já, við vorum að tala um svona athygli, en í rauninni bara ferða hans nær okkur. Grænland. Það getur næstum við hvaða lúði, íslenskur lúði fengið sér konu í Grænlandi. Það er bara svolítið þetta sama. Það er bara meiri peningar. Það er eitthvað svona aðeins spennandi. Það er oft vond aðstæða sem að grænsku konar eru. Það er kannski svolítið mikið drykja og svona vonleysi á þessum stöðum sem það búa á. Og það sjá oft bara eitthvað í hillingum. Og ég meina við skulum ekki setja okkur á hóan hest af því að þegar til dæmis Bretinn var á kaninn, þá voru þeir oft hermennir. Þeir höfðu meiri peninga og þú veist, voru kannski einhver flottum bíl og áttu tyggjó og voru í flottum búningum og höfðu alls konar svona sem einhverjir íslenskir svona sveitastrákar í sveitum stígvélum, sokkana girta yfir barmann og stígvélunum eitthvað að mæta á sveitaball, þú veist, sveittir af því að hafa riðið á grána skilur yfir ána eða eitthvað, að þá náttúrulega voru þær ofta að sækja meir í þessa utanakomandi menn sem voru meira spennandi og íslendingar alveg brjálæðir og þú veist, kallaðir allar kanahórur og eitthvað og svoleiðis stóð. Það var nú reyndar vilt svo skemmtilega til að einn koni minni ætt, sem sagt, systurömmu minnar, hún giftist Bandaríkjamanni. Hún var sko ekki í ástandinu. Það var einhvern veginn alltaf einhvern veginn voðalega skýrt að hún giftist Bandaríkjamanni. En svona, kannski aðrar konur voru bara í ástandinu. Já, það er svona, svo annað ef við erum nú að tala finnst nú komin svona mikið
útlendinga umræðu þá hérna það er svona misjandi eftir því hvaðan fólk er frá hvort það sé með íslenskum hérna hvort það fólk sé að grúpa sig saman með íslenskum hérna íslenskum fólki eða eitthvað en herðu, nú er bara síminn farin að hringja við erum nú eiginlega, ég held við neyðist nú bara að taka inn hlustanda. Góðan dag, út að saga. Jó, góð daginn hér. Góðan daginn. Ég ætla nú bara að þakka ykkur fyrir annars ágætið sá. Já, takk fyrir það. En mér fannst þetta búið að byggja svolítið mikið á fordómum þessi þáttur ykkur núna í dag. Nei. Jú. Já, segðu bara. Ég verð að bara því miður verði ég að setja hnefann í borðið og segja nei takk við þessum fordómum að þetta er náttúrulega bara, þeir eru búin að, þetta er ómaglegt hvernig hefur verið vegið að hrossabjúum í þessum þetta ykkar. Já. Þetta þú veist, ég meina því með ég segja þetta allt saman konur og tælendinga en hrossabjú, það fór alveg, Já, þú veist, ég veit það ekki, Ég meina, þessi þjóð var ekki til nema fyrir hrossabjúum, það er bara svoleiðis. Kannski er þetta bara helvítis væla því að, þú veist, af öllu þessu fólki sem eru hestamenn og þú veist, hestar sig eitthvað svona sætir, það með ekki drepa þá, en þú veist, ég meina, mamma og pappi mín sögðu nú alltaf að maður má ekki leika sér að matnum. Nei, það er nú málið. Þú veist, kannski er það þaðan sem þessir fordómar og hrossabjúum koma. Já, ég held þú þurfur bara að skoða þetta mál betur og láta koma þessu rangkomundum úr hausnum að þeirra. Já, Helga Braga er nú að koma hérna eftir og hún lék nú einu svona í fóstbæraunum konan sem kunni bara að elda bjúgu. Já. Hún geti kannski kent mér að meta hrossabjúgu. Já, ég myndi allavega ef ég væri þú, þá myndi ég aðdókast hún geti ekki tekið í tíma bara. Þetta er herramanns matur og það vita allir. Já. Þannig að mér fannst þessir fordómar gagnvart hrossabjúgum alveg skína í gegn á tímabili. Já, við þurfum bara að mennta þessa Filipseyinga í að borða almennan mat. Já, mér finnst við bara þurfum að byrja bara á að mennta ykkur tvo til að byrja með. Já. Þú veist, maður skilur það er kannski svona fjær fyrir þá að borða þetta en að þið skulu vera með svona fordóma, þetta náttúrulega gengur ekki. Já, við bjóðum Helgu Braga út á eftir í dinner. Og ég meina, tala nú ekki svona á þessari stöð þar sem ég meina, það hlustar enginn á þessar stöð nema eintómar hrossabjúga eddur, þannig að við erum svolítið á hálfum. Við verðum Artrúður rekur okkur á morgunum aðeins. Já, hún gengur frá okkur. Já. Þetta er allt rétt hjá þér bara. Þetta verður svona eins og þátturinn hjá Stormsker með Guðna, það verður SS á þetta að hringja hann inn og biðjum að þátturinn verði ekki endurflutt. Já, SS hefur meira sér að sponsorað mig. Já, þeir gera það ekki. Þeir gera það ekki aftur. Það er hreinu. Jesús. Herru, haldið áfram að tala tælendingu og Filipseyinga en taliði fallega á hrossabjúgu. Já, við gerum það hér eftir. Herru, takk fyrir þetta. Já, blessaður. Já. Þessi kendi okkur aldrei svo okkar leksíu. Ég tók ekki eftir þessu fordómum sem við vorum með, bara maður tekur ekki eftir þessu. Nei, þessin það fordómar, maður skilur ekki að þetta er neikvætt og þetta er vanhugsað og þröngsýnt hjá maður. Já, við nefndum þennan blóðana, já, eins og það er að tala um að Asía konur sem eru búin að borða bara rískón og grammindi allt sitt líf er endin að slís og bara við að borða hérna hrossabjúgu. Já, en kannski er tælningu svona litlar því þeir borða bara ekki hrossabjúgu. Já. En ég verði að koma því að Helga Braga er alveg að fara að mæti hjá okkur. Já. Að það fannst mér svo merkilegt að ég var að horfa eftir skaupið, þá voru svona umræður í Kastljós skaupið. Já. Og Jónína Ben og einhver annar voru spurður hvað þeim fannst. Og mér finnst Jónína Ben koma rosalega vel fyrir svona í byrjun. Já. Að hún sagði eitthvað, mér finnst nú bara fyndið, mér finnst nú leiðilegt hvernig er alltaf verið að gera grína holdafarinu mín og hvernig ég er í laginu og eitthvað og sagði ég er bara í kjörþyngd og konur eiga bara að fá að vera eins og þær eru og vera ánægðar með sín líka, má ekki alltaf vera eitthvað að láta þær vera einhverja tannstöngla og svona hjælt vol og svona göfuga svona ræðum þetta og ég var mjög svona hrifin af því sem hún sagði. Já. Og svo kemur hún og mér finnst bara ef að Helga Braga og leika mig þá ætti hún nú bara léttast eitthvað. Ég bara svona ókei, skilurðu, þú veist, bara eyðilega allt það sem þú sagðir og sýndu bara þína ömurlegu fordóma. Ég gæti ekki annað en hugsað, skilur, að þú veist, Helga Braga er magadansmaður og hefur, þú veist, fengið fullt af atkvæðum í kynþokkafyllstu konu Íslands og eitthvað og ég veit alveg hvor mér finnst fallegri, sko, eða svona flottari eða með meiri sjarma, sko. Og færi frekar út að borða með Helgu Braga? Já, og hrossabjúgu. Já. Þýttum að gera það eitthvað, mann. Fá tveir fyrir að date með konunni sem kunni bara held að bjúgu. Já. Já, þá er þetta líka ekki, þú veist, já. Þá er Helga Braga bara að leika, þá er hún ekki raunin að fara á date með okkur eða neitt, þú veist, og þannig, þá er hún bara að leika, skilur við bara til við getum upplifað þetta. Já,
En það nú bara 1,5 mínúta í 2 fréttir hér á Útvarpi Sögu, þannig að við erum búin að láta vaða á Súðum allir hérna í þessum þætti. Já, svo þarf við líka að segja bara á eftir hvernig Helga Braga breytti mínu lífi. Já. Það er ótrúlega saga. Já, hún hefur gert það. Já, Helga Braga bara breytti mínu lífi til hins betra. Já. Og við munum bara ræða það á eftir. Það allt sem kemur í ljós hér á Útvarpi Sögu á eftir. Líður senna 2 fréttum og þeir eru að hlusta útvarpsþáttinn eina sanna. Farið ekki langt í Helga Braga Jónsdóttir á leiðinni í stúdíó og það verður skemmtileg spjall við hana. Aldrei að vita nema einhverjir karakterir frá henni lifni við hérna í beinni útsendingu. En haldið áfram að hlusta.